Styrkleiki íslensks landbúnaðar og íslenskrar matvælaframleiðslu felst í gæðunum og tækifærunum sem liggja í því að geta framleitt búvörur við góð skilyrði. Hér á landi getum við státað okkur á nokkrum atriðum því hér framleiðum við hreinar vörur, eftirlit með matvælaframleiðslu er öflugt og hér er framsækin löggjöf aðbúnað og velferð dýra. Íslenskir bændur eru virkir þátttakendur í loftslagsvænum landbúnaði, þar sem þeir draga úr losun og auka bindingu af gróðurhúsalofttegundum. Kolefnisbinding á Íslandi verður varla gerð án bænda og með kolefnisbrúnni geta bændur lagt sitt af mörkum til umhverfismála með skógrækt. Stjórnvöld verða að gera sömu kröfur til innfluttra matvæla sem og innlendra svo íslenskir bændur geti keppt á samkeppnisgrundvelli. Unnið er að nýju íslensku búvörumerki til þess að auka sýnileika og markaðshlutdeild íslenskra landbúnaðarvara hjá neytendum. Matvælaframleiðsla er nú sem fyrr þjóðinni lífsnauðsynleg. Bændasamtökin vilja efla rannsóknir, þróun og menntun í landbúnaði sem skilar af sér nýjum sprotum og tækifærum og samtökin fagna nýjum félagsmönnum sem spretta upp á nýsköpunar umhverfinu. Bændasamtökin ætla sér að auka sýnileika og ásýnd landbúnaðarins með fræðslu og vera þar með leiðandi afl í upplýstri umræðu landbúnað. Bændasamtök Íslands vilja efla tengsl bænda sem frumframleiðendur við matvælageirann í heild sinni.